Blessaður bróðir. Blessaður bróðir, blessaður Davíð. Hvað séu gott? Bara mjög fínt sko, mjög fínt. Við erum að fara að melta. Flottu jakki. Já, ég sá hann á stólnuðinum á hann og ég bara stóðst ekki mátið sko. Þetta er svona Brokeback Mountain jakki. Já, þetta er akkurat þannig sko. Ég er með smælerinn minn, ég er í Brokeback Mountain galanum. Þannig að við veitum hvað gerist næst. Þetta er Marlboro jakki minn. Já. Þetta er gömlu Marlboro hérna auglýsingunum. Já, ég man eftir. Það var svona gaur sko, alveg bara svona extremely good looking, bara eitthvað svona og hestbakki alltaf, veist, mega svona outdoory með Marlboro. Hann var svona eitthvað. Ég man ég fór í Sundi fyrra, labbaði inn í klefa og þar var svona kall ánga reykingalykt með Marlboro íþróttatösku og svo mætti hann út og svo fór hann í gufuna og ég mætti í gufuna og það bara þetta var versta lykt sem ég fundið á ævinni sko, en hann var svona Marlboro all the way sko. Spáðu hvað þetta var bara svona eitthvað íþróttatöska, Marlboro. Já, þetta var svona ímynd kallmennskunar. Já, Marlboro rauðar eða Camel Filters lausar. Já. Þetta er geggjað. Svona var þetta sko. Mér hlakkar svo til að byrja að reykja aftur. Eftir 9 ár ætla ég að byrja aftur, sumari 2030. Hvað lengi? Bara hversu lengi ætla ég að reykja? Já, eða skilur þú veist hvernig þú ætlar að byrja? Ég veit hvernig ég ætla að byrja, ég veit ekki hvernig ég ætla að enda aftur sko. Ég hætti að reykja, ég þurfti þess. Á hverju? Því samviska mín leiði það ekki, ég var hans faðir og ég var farin að laumureykja fyrir barninu mínu og mér bara gata ekki, það var bara eitthvað svo wrong. Já, það er ræðilegt. Ég hætti að reykja og byrja að taka í vöruna bara til þess að þurfi ekki að, þannig að börnum mín þurfi ekki að horfa upp á að pabbi sé bara frá deyja eftir 2 vikur, skilur og allt þetta sko. Þannig ég geri það stundu sko, en ég væri mikið til í, ég geti verið að ég sko, í mánulega, ég er að vera að bjóða mönnum með mér sko, ég er að stofna Facebook-hóp sko, og ég er með inn í peningaskápnum minna frammi, þar er ég búin að reynsa 10 pípur, ég er með svona pípustatifi. Já. Þannig ég er alveg tilbúin í það, ég er með pípu fyrir þig að þú vilt sko. Já, getur vel verið í byrji sko. Mér líst bara vel á þetta sko. Þetta er gott plan. Ég hef alltaf heyrt margt heimskulega. Já, einmitt. Mæti ég með töskuna í frakkanum sko. Heyrðu, við erum að melta Helgu Birgirsdóttir, Geggu. Geggu, já. Hún var hérna hjá okkur, hún var hérna, hún kom brosandi. Já, hún kom brosandi sko, mikill karakter, mikill, svona, það var svona öðruvísi viðtalskilur, þetta var svona svolítið nýja vittir. Hvernig þá? Bara, það var svolítið svona kontroversiálega umdeilt og svolítið. Já, það var það. Það var það, skilur. Við vissum svo sem alveg hvað var að fara að gerast, en þannig fengum við bara manneski sem að fylgir eigin sannfæringu og hjartanu og er með ákveðnar skoðanir, skilur, og er ekkert feimin við bara að láta hjarta ráða för, skilur. Og úr urðu náttúrulega umræður sem að við svona, mjög merkilegar umræður sem við gátum svona mynda okkur mikla skoðun á, skiluru. Já, ég var ekki vel undirbúin fyrir, sko, einhvern veginn, þetta kom svolítið flatt upp á mig, sko, og kannski ég bara svo grænt, sko, en ég einhvern veginn sá ekki fyrir mér, við myndum fara í svona mikla COVID-bólusetningur umræður, sko. Nei. Og svo náttúrulega bara í retrospekt, bara Gunni, Jesus, við hverju bjóstu, halló. Nei, hún er meðmælandin. Hún er meðmælandin, sko, og en mjög fróðlegt, sko. Þetta er svona laug sem að ég, eins og ég sagði í þessu samtali, ég hef kosið að fara ekkert rosalega djúpt þar úti, sko. Nei. Og þú komst líka að þig, sko, það krefst þess að ég þarf að fara að kynna mér og setja mig inn í svo mikið upplýsingum og þegar ég er að sjá þessar upplýsingar einhvern veginn flæða ég hvort það sé á samfélagsmiðlum eða fréttamiðlum. Mér finnst ég gera mig svo illa grimm fyrir sko, hvað er í rauninni marktækar upplýsingar. Þetta er bara eitt af þeim málefnin þar sem að þú veist ekki og þekkir ekki, þá áttu bara að halda kjafti. Já, einmitt. Þannig allavega ég tel mig ekki vera með svona vitneskjuna og þetta vitsmunlega bólmagn til þess að taka slægin, skilur með eða mótið eða eitthvað, þannig að ég er svona bara svolítið haga mér svona bara eins og almúðurinn hefur gert, sko. Svona svo Sviss. Já, eitthvað svo leiði, sko. En svo farði inn þessa manneski sem er náttúrulega bara hinliðin á teininum, skilur og hún virðist, skilur vera vel upplýst og er með ákveðna þekkingu og svo skoðanir á hvað er rétt og hvað er rangt svo sem engi leið að festa fingur á, sko. Nei. En þetta er áhugavert, skilur og fólk þarf náttúrulega að hafa rödd, en svo kemur á mótið að það getur ekki hver sem er bara, það á að vera þannig, allir er að geta tjásu alltaf, en þú getur ekki bara leyft hvernig sem er, þetta er náttúrulega með viðkvæmt málefni, sko.
en mér fannst þú bara samt að stjórna því, þú getur ekki sagt að þú getur ekki leyft hverjum sem því þannig það bara einhvern veginn, þú getur leyft hverjum sem þú getur það er bara þannig, bara því miður nema í Norður Kóreu, já, ég veit það, en svona bara en allavega svona bara til að loka þessari COVID-umræði sem átti sér staðinn og þá finnst mér hún allavega hún komur svo vel frá sér, hún með sterkar skoðanir sem ég veit ekki hvort ég sammála ekki en það var alltaf gaman að hlusta það hún virðist skilur að hafa kynnt sér þetta vel, hún með bakgrunn sem að gera hana hæfa til þess að ræða þessi málefni en hún hefur ekki fengið hljómgrunn innan samfélagsins og ekki fengið viðurkenningu sem slíka skilur á þessum umræðum, þess vegna hefur hún gripið til meðmæluna einhver leit. Já. Ég get alveg sagt að ég óttast bólusetningarna ég sef alveg en ég er ekki spenntur. Hún Helga, hún tók á móti, hvað sagði hún, 500 börn. Já, lágmarki, hún var búin að telja cirka svona og þegar hún fór inn á það, þá bara fekk ég bara þessa tantrísku gæsahúð bara, mér fannst það bara klikka ég sá fyrir mig bara, hún fær að vera bara hérna í þessu rými bara þegar að, bara stæðsta þetta er bara flugölda sprengjan bara, fyrir fólk sem þetta er bara alltaf þú þekkir þetta, töpöld, nú búin að upplifa þetta ég man í fyrstu fæðingunni, þá ertu einmitt bara og svo opnast legið og kemur og svo bara springur bara svo bara í tímaleysi já, út í algjöru tímaleysi þetta var alveg fólk segir það að þetta er að magna sig upplifa en þetta bara, fyrsta barnið sérstaklega þá sá ég þetta bara gerast og búin að eftirvænting og hún ólétt og svo gaman skilur finnur samt ekki sem tilfinningar á konan kannski svo kemur hann bara og þú fer bara háskæla þú ert bara í einhverju svona tantrísku móki eða skilur, þú ert í einhverju svona og þannig gegga bara 500 sinnum hún er bara alltaf hana, skilur, færið þetta bara beint í æð á launum, en það eru þar alltaf þessa ljósmaður eins og ég hef upplifað þetta sjálfur og heyrt, þetta þú fær aldrei leið, skilur, þetta er alltaf indislegt, skilur, og gefandi eðlilega, en svo náttúrulega tölum við líka með fæðingarnar gengur alltaf vel, skilur, það gengur náttúrulega ekki alltaf vel en hún taldi sig vera með heppna. En hún færi sig yfir í geðheilbrigðiskerfið það sem hún virtist það voru einhverja hún unnið sér velar til að byrja með það voru úrræði sem að snéru að svona listasmiðju og hún gat verið með eitthvað svona nálastungur og hlaupum því það var eitthvað sem hún kunni og svona mikið samtöl og annað en svo held ég að svona með tímanum þá fari álagið á þessum svæðum að aukast og ég sé það bara líka þegar ég lít ég sjálfur glímt við alls og fíknisjúkdóm og ég sé hvernig neyslan og ungu fólki er búin að aukast og eflast og orðin margslungnari og ég sé hvernig til dæmis kannabisefni með rauninni hækkandi hlutfall á THC hvernig það er að koma fólki öðulega bara inn í geðrof altså bara kannabisneysla og margir svona þættir sem eru tengd í neyslu þannig að ef þú ferð inn á þessa deildi hvort sem öryggisdeild, geðdeild eða bráðageðdeild eða hvernig sem það þá sérðu þessa gaura, þetta eru oftast gaurar þeir eru þarna rauninni út frá neyslu þannig að það er kannski bara þessi samfélagsbreyting sem átt sér stað hvað var að neyslu efnum þessi mikla aukning hefur kannski skapað meira álag inn á deildirnar sem gerir það verkum að þessi úrræði sem hún er að lýsa þarna eitthvað sem nærir hennar sköpun og nærir hennar plattform eða til þess að þjóna til þess að láta gott að sér leiða algjörlega þau eru tekin bara eitt á öðrum og hún segir þetta svo táknrænt hún endar á taugaáfalli inn í lyfjabúrinu og ég þekki þetta á ein raun því ég á mjög góðan vin sem ég hef verið að berjast svolítið fyrir sem að hefur verið í frelsissviptingu og það er það sama, hann er að glíma við afleiðingar neyslu með alkohólisma eða fíknisjúkdóm og úrræðin til þess að díla við geðveikina sem alkohólismi leiðir þið oftast í eru engin þannig að drengurinn er frelsissviptur og núna undir að síðasta búin að vera inn á öryggisgeðdeildi á 3. ár og þving lyfjaður og listin af lyfjum sem reynd hafa verið á hann 4 þau eru hann er svona langur og listin af þeim lyfjum sem drengurinn er á í dag hann er alveg svona langur
þannig að hvernig að svona menn að geta orðið edrú þeir eru kannski á 5-6 mismunandi lyfjum, geðrófslyf eða þunglindslyf. En eru það einu úrræðin sem í boði? Það eru einu úrræðin og þetta er ekki ódýr úrræði því að þú ert kannski með eitt svona gæja og það er verið að dæla hann kannski lyfjum fyrir hálfa eða heila miljónum mánuði pluss bara altså römmunin utanumhaldið og húsnæðið og svo framvegis þannig að það er actually peningar en úrræðin eru engin það er ekki samtalið, það er ekki kærleikurinn, það er ekki tengingin því ég finn það þótt að maðurinn sé þar sem hann ég er í nánast alvegum samskipti við hann þá næ ég mjög auðveldlega að tengja við hann og ná inn í rifuna þetta er það sem vantar en í gegnum kærleik í gegnum tengingu, Tolli kom inn á þetta líka hann vill bara að ég setji í augnhæð og ég elska hann vill ekki að ég setji hinum yfir skrifborði í stærri stólinn hann er í með diplómur upp á vegg og það eina sem ég spyr hann hvernig aukaverkanirnar eru á hinum á þessum lyfjum sem ég er að pröfa á honum bara eftir hendurleika í alvörunni algjörlega ég er búin að kynast þessu, þetta er dýrslegur bransi og hún kulnar hérna hún Helga hún Gegga og hún fer út úr þessu hún fer í kunnun, hún lappar út og rauninni og uppbygging hefst og hvað hefst, Davíð? Sköpunin hún er ennþá, þetta er nú ekkert svo langt sem þetta gerðist en hún er búin að vera að skrifa síðan og hún er búin að vera með námskeið hún er búin að bjóða til Smæler má ég sjá það Gegg ég er búin að vera með hann alla vikuna í vinnunni og þetta hefur skapað mörgbróð hann virkar já, ég sé það en jú, hún er búin að vera í því og búin að vera að vinna í sjálfur sér og svolítið, hvað segir maður, svona bara máta sig upp á nýtt en það er að mörg að taka og mér fannst þetta til dæmis mjög skemmtilegt hún er náttúrulega listamentuð hún er mikið listakona og sýndi okkur alveg skemmtileg listaverk, alveg bara mjög skemmtileg það sem hún var búin að þetta er ekki keramík búin að búa til leið og svo var vakínan hér fóturinn að koma út barnið öfugt hefur ekki tekist að snúa við fyrir fæðingu ves það getur að ves en hún ljósmaður, hún þekkir þetta hún veit hvernig þetta er það væri samt ógeðslega flott að sjá skilur hérna leið og svo andlitið hérna gargandi ég væri til í eitthvað svoleiðis en mér fannst það rosalega flott það er margt mjög skemmtilegt sem hún er að gera hún virðist vera svona staðföst með mennskuna og hún er actually bara svona dedicated hún er að meðmæla hverjum einasta laugardegi niður á Austurvelli hún passa sig á að auglýsa það ekki því þá fyrir vikið, believe it or not þá getur hún átt að hættu í dag á Íslandi 2021 að verða handtekinn sektuð og mögulega frelsissvipt fyrir að standa niður á Lækjartorgi og auglýsa það og hvetja til hópmyndunar sem hún er að mæla með mannréttindum að hennar sögn en ég spyr, heldur þetta sé hluti af einhverjum svona listgjörningi hjá henni? Nei hún stendur líka á Langholtsvegi hann fyrir framan ljósmyndabúðina svolítið mikið er þarna með skiltinn hvað drífur þessa manneski? Skilur, færð þú ekki oft svona yfir eitthvað svona, þú fær bara svona eitthvað oft og þeir langar bara, ég vil bara allir viti skilur hvað og skrifa í pistla og setja í fréttamiðla þetta er bara svona skilur ég ríf kjaft og eitthvað ég held þetta sé mestmegnis brotti bara ríkri réttlætiskend skilur og hún veit, hún telur sig vita á trúir skilur og eins og ég segi skilur ég meðmæli með mannréttindum það ég er alltaf fylgjandi því skilur og ég tel að mannréttindi séu virta vettu í þessu COVID-dæmi skilur það eru margir angaraðir sem að skerða mannréttind og annað en það var bara spurning skilur, er það ásetningur er það bara fylgifiskur þess að þurfa að díla við heimsfaraldur þetta getur aldrei verið fullkomið og þetta er heimsfaraldur þetta er skilgjað sem heimsfaraldur hvernig alltaf það verða aldrei allir sáttir þannig að, jú ég skilur, það er fullt af hlutir sem að mér finnst alveg fáralegir en ég meina þú ert hana með fólk sem ég trúi ekki bara þríeiki skilur, heldur bara yfirvaldið sé að reyna að gera sitt besta skilur til þess að leysa þetta mál svo geta mennur sammála ekki en hún allavega trúir og er svona smá svona samsæriskenninga væpi í gangi skilur þannig að það spilar inn í ég persónulega trúi því ekki að það sé
einhverjir svona illa innrættir aðilar sem vilji microchip okkur öll og þetta sé allt eitt stort hoax. Ég ekki að segja að hún trúi því, skilur, en ég er sammála, skilur, meðmæli með mannum hjartalega sammála og ég og hún talar, skilur af þekkingu og skilur, hún trúir og hún gerir það og hún trúar, hún óttast ekki dóminn eða missin því að þú átt að hættu að missa mannorðið sem að hefur og vini og fólk missir einhvern veginn trúaður og hættir að taka það alvarlega og í einhverju samhengi og þannig að hún virðist ekki óttast það sem er gott, skilur sem að þýðir bara að hún er einhvern veginn bara með einhverja vissu og staðfestu mér finnst hún mjög flott að tala við hana skemmtilegt og hérna varandi smælirinn það poppaði svona aðeins upp í hausnum mér í dag þetta er skemmtilegt koncept en ég skrifaði hérna það er áhugavert og á sama tíma er þetta dálítið spooky og mér finnst það svona líka að hafa ákveðið svona sorgið því að hvert er við komin þegar að við þurfum að kaupa okkur skapalón til þess að framkalla hvar eru við stödd? Er þetta ekki bara eitt af meðferðarúrræðunum skilur í boði, þetta virkar skilur það er fullt af fólki sem brosir aldrei það getur verið eins ástæða fyrir því það er nefnilega máli og það er, erum við að týna gleðinni þessari sköpun sem í rauninni gleðin er því hún sprettur úr engu hún sprettur úr ást eða guði Ég held til dæmis að þetta litla skapalón geti gert góða hluti innan geðheilbrigðis batterísins meðal annars hópringur með smælerinn og spjall skilur, þetta er líka góður ísbrjótur ég er búin að tala að fólk sem ég þekki ekki neitt setja upp smælerinn og hafa og þetta er góður ísbrjótur og svona og allir hérna hún talar líka það að heilbrigðiskerfið sé svolítið í því að viðhalda sjúklingunum sjúkum í þeim tilgangi að geta meðhandla á því að hver er ágóðin maður hefur heyrt þetta oft skilur en getur verið að smælirinn sé úrræði og takmark smælisins er í tíð og tíma að gera sjálft sig ónauðsynlegt ég held að fattar þú hvað því bara sé bara með spangir bara rétt af svo er það bara tekið úr nákvæmlega þannig ég myndi halda það ég held að flesta sem hún gerir bæði í listinu og vinnunni sé miðlega því að hjálpa skilur hún er hjálpari skilur og hún er með ákveði vision og hún náttúrulega fer inn í kulnuna því að hún fær ekki þessa útrás fyrir svona sitt passion skilur þú ferð inn í eitthvað með ákveðna sín og ákveðnar svona methods eða svona aðferðir til þess að heila svo máttu það ekki heldur þú bara í lyfjabúri og svona minimalegt að hlaupa milla storkna og skilur hvernig ætlar það að ná í skilur innblástur og metna til þess að halda áfram og hún bara kulnar skilur en það var gaman að fá hana það var ótrúlega gaman yndisleg það var gaman að sjá hvað gerist og það sem svona allavega það sem að svona lokum allavega hvað mér var þannig að þegar hún var að fara og knúsaði hann okkur fyrst knúsaði hann þig og mér bara brá bara máðu þetta og svo snýr hann sér á mér og hún gaf mig bara og ég knúsaði ókunna manneskju í fyrsta skipti örugglega bara í hálft ár og þetta var svona eins og andlega unga fólkið ég gerur stundum grína þessu fólkið ég sé það hann á mamma vegan hippastafnum hann þegar það lið hittist og knúsaði það svona lengi langt knús þetta er samt besta ég tjáði mig bara með knúsum og snertingu ég er ekkert vanur þessu en hún kom bara svona og ég bara knúsaði hann fann bara á geggja ég áttur að kunna meta knúsin betur Herru, Davíð, ef við hættu þessu þetta er bara flott skilur, ég held að ég bara mjög sáttur geggja, namaste sumleiðis, sjáumst, heyrumst